er það menningarvitinn. Ég heiti Kikka. Ég heiti Steingrímur Dúi. Hæ. Elvar, hæ. Sigga Snjálu, hæ. Það eins og aðfundi. Heyriði, þá er það málana, Hamlet í Borgarleikhúsinu. Dúi og Sigga, þið fóruð á það. Já. Á generalpröfuna, það ekki? Hátíðarsýningu. Hátíðarsýningu, já. Svona semi-frumsýning. Já, frumsýningin var daginn eftir. Já. Ok, af því að við áttum í það á einhverju sýningu sem fjall niður vegna veðurs. Þar síðustu viku eitthvað. En hvernig fannst ykkur þessi útgáfa af Hamlet? Sko ég verð að segja það þegar í hlénu þá vissi ég ekki alveg bara hvað var í gangi. En mér varst eftir hlé þá bara gerðist allt og ég var persónulega bara mjög hrifinn af þessari sýningu. Ég verð bara seinsar. Já. En þetta er alltaf mjög svona ögrandi sýning og veist, er alveg gjörsamlega þenja formið til hins ítrasta og mér finnst gaman svona hvernig var, mér finnst alltaf gaman þegar leikurinn með nýtt svona mikið eins og var gert í þessu stykki og bara, mér finnst það vekja bara upp svona góð spurningar og bara virkilega svona ögrandi og samt var sagan hann, var þessi harmleikur, hann var þarna í bakgrunnum allan tímann sko. Já, Sigga, hvernig fannst þér? Já, ég var mjög hrifin. Þetta er náttúrulega grimmd og græðgi og það voru rosalega flottar senur margar í þessu. Leikurinn hjá honum Sturla Atlas var náttúrulega að mér fannst leiksigur. Bara leiksigur. Það var líka, já. Og það var, þetta var glæsilegar, en þetta var náttúrulega hátíðarsýningin, þannig að það var eftir örgulega slípast aðeins. Sumarsýningar voru pínu langar, en þetta var mjög frumlegt af því að þetta var notað svo mikið. Bara allar hæðirnar næstu í splatter þannig í lokin sko. Það fór í taugarnar á einhverjum ég trúi því gaggrínanda, ég man nú ekki hver það var sem og svo bara þóttist þau öll vera dauð þarna í lokin í blóðbaði og Hvað varst þér? Mér? Já, sko ég fór á aðra sýningu og ég var rosa spennt og ég gekk út í hlé en það var ekkert á sýningunni heldur bara var reykvélin í svo mikilli notkun hefði mátt slaka á sér reykvél að ég gat ekki verið lengur í þessum sal og það satt fólkarnir kringum mig og bara með klúta og allt fyrir vitunum og ég veit ekki hvort að það var meiningin sko en þetta er hreinlega heilsuspillandi fyrir fólk. Veist, ég ekki orðin góð í bara hálsinum og augun á mér fóru alveg í spað og ég treysti mér ekki til að sjá einmitt síðasta hlutana sem allt gerist sko. Skil ekki akkur hvað var málið með Nei, sko ég var aðeins svo mikið, ég þurfti að vera sko með klút fyrir vitana. Já, sko og þetta er galli sýningarinnar, þessi ónotkun á reykvélni og þetta sko nær algjörðu hámarki þarna þegar draugurinn er á efstu hæð og ég skil ekki tilganginn. Þú veist, þetta varð ekkert draugalegt eða draugalegra, þetta pirraði bara áhorfendur. Og ég vonaði kannski aðeins farið tilbaka með allan annan reyk og svo þar byrjaði þetta ekki fyrir en hálftíma eftir að þetta byrjaði að vera eitthvað svona senkun. Man leiði eins og að vera að fara í flug. Já. Byrjaði alveg á réttum tíma hjá okkur. Já, en sko þess vegna get ég eiginlega ekki ég er alveg sammála því að Sigurbjartur var alveg frábær í hlutverkinu og eins Hilmi Snær og Sólveig, hann er bara stórkostlegur og hann gerir þetta frábærlega vel og svo gott að hafa eitt svoleiðis leikara þarna. Já, og Sólveig Arnarsdóttir, hún er líka rosalega pottþétt og með þau tvö það má eiginlega fullt af hlutum klikka því að þau vega svo upp á móti. Já, mér fannst sko heitir hún Sólveig Arnardóttir? Er það ekki? Jú. Já. Hún var mjög flott. Já, en af því að þetta er svo mikill texti
og og í bundnu máli oft, þá voru þau ekki öll með framsögnina. Mér finnst til dæmis Willi Netto. Mér fannst, ég heyrði ekki hvað hann var að segja oft. Mér hafði svona vanta upp á það, að hann skilaði textan og það var kannski út af þessari flegiferð sem var í leiksinu. Já. En kannski átti þetta að vera svona og ég hugsaði með mér að því ég náttúrulega las viðtal við leikstjóran Kolfinnu Nikolásdóttur sem var bara mjög fínt og hún útskýrði semst að hún væri að stinga sýninguna í samband semst að við nútímann og hún skrifa leikjarna líka sem sagt. Já, en samt það voru líka þarna bara taldir upp allir sem hafa þýtt Hamlet láfið. Já, en leikirinn sjálfur en hún tekur frá 4 þýðendum. Já, ég tók þetta því líka. Og það er ekki víst að það hafi alveg verið nógu gott. Þú veist, textinn en hún veit það þetta best. Þetta er hennar verk og ég ætla svo sem ekkert eitthvað að vera að dæma það. En ég sé, það sem ég sá, þá er hún, að þetta er 4 eða 5 tíma verk, skrifað árið 1600 eða sýnt 1601. Og fólk hefur alltaf verið að taka úr bara það sem að, eftir því sem að við færumst nær nútímanum, þá styttist það alltaf og hún er að taka út allavega í fyrri hlutanum. Það er bara sama og hefur verið í, til dæmis, bíómyndum sem að hefur verið gerðar Hamlet. Þannig að það er ekkert svona eitthvað nýtt þar og fyrir mitt leyti og ég veit að ég bara breytist í gamla herfi þá voru bara ómikið lætistundum en mér fannst hljóðmyndin til dæmis æðisleg, mér finnst hún rosalega flott og Eru þau á mækum allan tíman? Nei, þau eru bara með mæka og nota á stundum alls ekki alltaf og nei, annars, þetta er í litla salnum í Borgarleikhúsinu og þetta er berst vel og ég meina einu sinni er Hilmir að tala í mikrofón, snýr hann sér og hættir því það var svona blæbrigði sem var svolítið flott og leikmynd og búningar í þessu sem þetta var náttúrulega bara nútíminn í hvoru tveggja. Upphafsina var ótrúlega falleg, þetta myndband af þeim. Já. Mér fannst, mætti vera, það var, ég meina, svo er það ekki fyrir eftir hlé, að hann er notaður skjárinn. Já, og mér fannst þetta eitthvað svo, mér hefði fundist að mætti nota en að skjá aðeins meira. En upphafsina var dásamlega falleg. Já. En þetta er rosalega smámunni. Það fór ótrúlega mikið í taugarnar með hún Sólveig Arnardóttir. Hún var í stífpressuðum buxum með svona, þetta fór eitthvað í taugarnar. Já, ok. Halva sýninguna var með þessum stífpressuðum buxum með broti. Já, ok. Bara, why? Já, hún var í svona einhverju silkidragt. Já, stífpressaða buxur. Já, ég tók ekki eftir því. En ég hugsaði bara, Sigga Snjálu, hættu nú. Já, róaði mig. Þetta var svolítið svona, náttúrulega bara eyðilegging á verkinu, svona afbygging, en þú veist, bara, mér fannst þetta mjög áhugavert, hvernig hún tekur bara allt í sundur og býr til svona sitt púsl út úr því og svona ákveðið punk í þessu Já. Og svo er náttúrulega tilvísanir í alls konar, tilvísanir í fasisma og í nútíman tilvísanir í maka og bara, þú veist, hún setur þetta svolítið hún tóður þetta svolítið inn í nútíman, þetta er náttúrulega að skrifa og eins og segir, árið 1600 Já. Það var alltaf í búningni, þá voru tölur. Já. Það voru svona vísanir í Já, svona tilvísun í fasisma. Já. Þannig að það var 18 eða ekki. Jú, minnir það. Já, 8. Maður ekki, 1-8. En og líka þessi peysa þarna, skjöldur Íslands. Já, akkurat, já. Bara fyndið, Nei, þannig að þetta það er svona eins og mótmælaspjald. Það var eitthvað make Hamlet great again eitthvað. Já, ég veit það pínu. Tilvísanir líka, Já. Nei, þetta er mjög margar og ofsalega mikið af fallegum senum. Já. Eða áhugaverðum spennandi. Já.
hún tekur rosa séns, Já, hún, leikstjórinn, Kolfinna, já, og hún algjörlega örugg, skilur, hún alveg örugg með sig, hún ekkert svona eitthvað með svona það bil, hún bara nákvæmlega veit hvað hún vildi og mér heyrist á henni að hún hafi náð því og fyrir utan reikvélina þá fannst mér litist ekki sko, var alls ekki þannig en ég meina bara eins og sagan þá náttúrulega gerist allir stóri dramin eftir hlé sko og ég fæ kannski einhvern tímann að smikla mér inn í hlé sem að gerði í bíó í gamla daga og sjá sig í barni. Ég bara með stundgleru. Já, en það lá við sko, þetta var svolítið mikið. Gasgrímu. Já, gasgrímu. Það kannski að það átt að vera undir stólnum fyrir viðkvæmt fólk. Að þetta var ekki bara ég, ef þetta hefði bara verið ég, þá hefði ég ekki innaldrað. Jú, þetta hefði innaldrað. Já, þetta var svona óþarfuleg notkun þó að, þú veist, notkun á okkur reik fyrir fagfræðina í stæðinu. Já, og þetta var ekkert fyrir það. Nei, raunin ekki. Sko, eitthvað til að sína ljósgeisla bara þurfti ekki svona mikið reik og þetta gerði þetta ekki draugalegra þarna draugurinn var með einræðinu sko hann Kládius en allavega þá ég var svolítið hrifin af því að þetta hafði verið unnið af konu eða stelpu sem þú veist miklu yngri en ég og sem svona hún hefur hátt og alveg örugg í því sem hún að gera. Já, sem að fjallar svona blóðhefndi, svona kallaveldir. Já, og hún gerir honum Sigurbjarti bara, hún gerir hana stjörnu, sko, í leiklist. Myndi ekki segja það? Jú, mér fannst að... Hann náttúrulega bara rosalegur. Já. Hann svo flottur í þessu. Þetta svolítið þeirra verk, sko. Já. Og já, ok, til hamingju Borgarleikhús, má einhvern tíma mæti hlið. Heyriði, og einhverjir fóru á myndlistasýningar. Mér svo illt í augunum eftir leikhúsið, djók. En ég fór nú ekki, en Sigga og Dúi, hvað sáu þið? Byrjum á þér, Dúi. Ok, byrjum á mér. Ég fór í Gallerí Kondor á Hverfisgötu á mjög svona bara áhugaverða sýningu. Hún því miður, henni lauk helgina. Halldór Kristjánsson og þetta svona íslenskur samtímamálari og hann að mála svona, þetta mjög sérstök mál, þetta málverk, olíumálverk og þau eru mjög svona í anda gömlu meistarana en þetta samt þetta svona antirealismi og svona symbolismi í gangi þannig að hann svona surrealist. Svona surrealist og samt þetta líka einhvers konar hversdagur og þetta minnir svolítið á svona það minnir maður svolítið á verkinu hans Odd Nerdrum. Já, ok. Og ég held að hann sé alveg hafi eitthvað pælt í honum, mér skilst það. Já. Ég skal ekki fullera þannig að þetta svolítið svona þetta svolítið svona rauninni gamaldags andi en á sama tíma þetta mjög svona ögrandi af vissan hátt sko. Þú veist, svona bara hann, mér finnst gaman við þessa sýningu að hann hvað þessi listamaður einhvern veginn hann leifir sér bara að mála það sem hann langar til að mála og hann ekkert að reyna að þóknast neinum og þannig að hann með mjög svona sérstakann stíl og þetta svolítið svona hversdagur sem að bara birtast allir einhverjar furðulegar verur svona bara inn í þeim hversdegi. Æði, draugar. Nei, ég sá bara eina mynd og mér leist mjög vel á að nú var búin sýning. Já, alright. En hvaða sýningu fórst þú á eða sýningar? Eða varst þú búin, Dúi? Ég búin. Heyrðu, ég fór í La Boutique sem á Mýraveginn. La Boutique, já. Og þar í kjallaranum þar var opnu sýning í síðustu viku og það eru yfir 40, hvort það eru 41 listamaður og það eru 111 verk
og þetta kom mér mjög óvart og maður getur farið inn á vefsíðu búðarinnar og skoðað verkin og fengið upplýsingar hvern listamann. Þetta eru náttúrulega bara þvílík flóra listamönnum og já, bara virkilega áhugavert að fara þarna niður í kjallarann. Manstu hvað hún lengi, sýning? Nei, ég held ekki. Ég held að það hef ekki verið tiltekið. Nei, ok, það kannski bara heimasíðunni. Og það La Boutique? Já, ég held að segja Mýrargötu 18. Já. Síðan fór ég í galleríið hennar Særósar Sindradóttur. Já. Sem þarna... Sindgallerí. Heitir Sindgallerí. Og ég ákvað nú bara að... Þarna ská á móti Jóðellhúsinu. Já, og hún gefið sig út fyrir það að þetta sé feminist gallerí. Og og það stendur hvað merkir feminist gallerí. Að stofna feminist gallerí snýrist ekki bara að skapa rými til að sýna list eftir konur og hinsegin listamenn. Það snýst sértæka nálgun í listheiminum. Nálgun sem byggir á siðferði, alúð og stöðu töku gegn elitisma. En hún tók virkilega vel á móti okkur. Hún nú meira útskýringar á þessu. En hún tók rosalega vel á móti okkur og mér finnst það mjög gott í flóru gallería á höfuðborgarsvæðinu. Það sé komin svona feminist gallerí og þetta hún sýnir núna hún Herdís Hlíf. Herdill, já. Herdill og hún hún lærir í listaháskólanum pluss að hún fer til Flórens. Mílanó. Hún til Mílanó, ok. Hún hafði þegar hún var yngri, þá fór hún með foreldrum sínum sem einn vetri eitthvað slíkt og þá voru þau í Flórens. Já. Og þar held ég hún hafi bara ráfað á milli safna, bara unglingur og þá fekk hún þennan áhuga. Já. Af því hennar verk minna mig líka pínlítið á gömlu mestrana, ég veit ekki akkur. Já, það svona, hún svona í olíumálingu. Já. En stendur Herdís Hlíf hefur vakið verðskulduð athygli fyrir berskjaldandi listsköpun. Sem hleypir áhorfendum inn að kviku listamannsins en opinber einnig tæknilega færni sem fáum gefið. Og myndirnar virðast flest að vera af henni og kærastanum hennar. Já, og mér skildist að hún sé bara búin að vera með þess manni í 1 ár. Já. En þetta eru virkilega fallegar myndir og stendur á sýningunni slær listamaður nýjan tón á ferli sínum og frumsýni verk sem eru munaðarfull, rómantísk og endurspegla ástríðu. Verkin fjalla nánd, traust og nýfundna ást. Það sem ég fannst aldrei skemmtilegt, það var að hún brýtur stundum upp ramman. Í einu verkinu þá skorið hornið af rammanum sem aldrei sver rammi og þar fléttar hún svona þráð og svo í öðru verki þá málar hún mynd og úr myndinni koma svona eiginlega þræðir eða rætur og þær fara svo út úr rammanum. Ok. Langt upp á vegg. Og... En hún ekki líka með heimasíðu? Hún með bæði með heimasíðu og á Instagram. Já. Og síðan fór ég hvað heitir hann, Þórður, fór í Gallery Port. Já. Gallery Port, ég held miðið tóldi að svona ungum listamennum. Já. Og og þessi heitir Þórður Hans Baldursson og sýningin hans heitir Land til sölu og hann lærður í Haag og skúlptúrarnir hans, hann svona í svona hversdagslegum hlutum og hefur verið að gera mikið af skúlptúrum
og hann var með skemmtilegt verk sem hét Karlakórinn á listasafni Akureyrar, þar sem það eru bindi, svört bindi og svo eru göt og það svona blásast bindin og svo er tónverk og sem kemur manna óvart. Já. En á þessari sýningu í Gallerí Port land til sölu þá þetta eru náttúrmyndir af svona eða sem sagt úr náttúrunni og hvort þetta heitir flós. Já, hann er með einhverja byssu. Já, flósar svona. Já, flósar. Þannig að þetta er svona skemmtileg nafn á sýningu, finnst mér. Já. Þannig að... Er þetta Gallerí Port hana í Laugardal? Já, Gallerí Port. Og mér skilst að hann búi enn í Hag. Já. Þannig að En veistu, manstu, hvenær þessi sýningu líkur? Nei. En hún lítur að vera nýhafina því að var ekki Hallgrímur Helga með sýningu á undan. Það var bara að vera að opna hana núna á... Já, það var bara að opna hana núna á laugardaginn. Já, þá er hún eitthvað áfram. Já, það var bara að vera að opna hana núna á laugardaginn. Já. Elvar. Já. Við horfum á bíómynd sem heitir Good Boy og er eftir Ben Leonberg og fjallar hundin Indy. Já, eða... Hvernig mynd er þetta? Er þetta dýralífsmynd? Nei, þetta er hryllingsmynd, þetta er örugglega elsta þema, það er bara mjög gamalt þema, bara, þú veist, að koma saman á okkar hús út í skógi og vofenglegir atburðir gerast. En þetta er allt bara séð með sjónarhorni hundsins. Myndavélin er fyrir aldrei upp fyrir sem sagt, 19 tommur, ég veit nú ekki alveg, það er bara svona. Og þetta er smá svo Tom og Jenna þáttur, verður sem maður sér bara fólkið bara eiginlega lappirnar á þeim og heyrir í þeim. Og sem sé sögur þráðinu þannig að eigandi hundsins, hann er eitthvað veikur með eitthvað lúnasjúkdóm, ákveður að flytja upp í sveit og búa í gömlu húsi afa síns sem stutt síðan hann dó. Og nema hvað það virðist vera einhver óværa í húsinu. Þetta sjáum við bara út frá sjónarhorni hundsins. Og þannig að maður verður svona ringlaður, veit ekki alltaf alveg hvað er í gangi, alveg eins og ekkert frekar en hundurinn. En hann er næmari heldur en eigandi sinn, hann sé drauginn eða hvað þetta er. Og þetta er rauninni það sem heitlaði mig var bara hvað hundurinn er góður leikari. Já, þetta er frábært. Maður er alveg bara, handritið er ekki fullkomið og karakterarnir fólkið er mjög tvívítt. En svo bara þegar ég fór að kanna hvernig myndin var gerð, þá var þetta auðvitað, það er ef þessi mynd hefur verið gerð bara af Hollywood á Hollywood taxta, þá hefði þetta sannlega verið dýrasta mynd kvikmynd söguna Já. Því að hundurinn, hann er bara eiginlega í öllum skotum, en það tók 3 ár að taka upp myndina. Og á þessum 3 árum voru 400 tökudagar. Já, 400 tökudagar. Já. Og sem sagt leikstjóri myndarinnar sem er líka handritshöfundur og eigandi hundsins. Hundurinn heitir Indy og hann leikur bara sjálf á sig. Og þau tóku upp myndina heimi hjá sér til þess að við ekkert rask fyrir hundin. Og svo eru þau bara að elta hundin með kameru á svona niður við gólf og taka svo bara og nota það svo bara sem framvindu í myndinni. Það var svona grunnhandrit, svo bara það sem hundinu var að gera, það var bara látið virka. Já. Og út í skógi og allt og þetta er alveg rosalega skemmtilegt. Já. En
ég meina þetta sannlega eina leiðin til þess að gera kvikmynd þess að hundur í leikur aðhlutverkið á þess að pínan, sko. Já, og hundurinn hefur fengið verðlaun fyrir framistöðuna. Já, hann alveg frábær, sko. Man ekki hvað þau heita, Wolf of Fame eða eitthvað, það alveg frábær verðlaun. En sko, að hann hundurinn, náttúrulega vissi ekki að hann var líka í kvikmynd. Og það rosalega skemmtilegt viðtal við hundinn á YouTube. Við sláum bara inn í Good Boy og þá kemur þá verið að tala við, sem sagt, Indy og Ben, eigandan, sem alveg rosalega skemmtilegt og hvet fólk til að skoða það ef það finnur ekki myndina. Og já, en þetta langskemmtilegasta, og máli með að þetta hryllingsmynd. Já. Og hundurinn veit ekki að hann að leika í kvikmynd, en hann vissi þegar að kvikmyndavélum var dregin fram og ljósin að þá ætlaði eigandinn að leika það. Já. Og þá var hann svo glaður og eins og Elvar segir þá hann var bara svona eldur en þegar maður sér myndin og hann segir eigandinn hann ekki að leika, hann veit ekki að hann í kvikmynd, hann hefur ekki hugmynd þetta en ég trúi því ekki þegar ég horfa á myndina. Nei, mitt verðna þess að þetta bara stundum er bara með svona stíft augnaráð og þá kemur akkurat svona bregðu tónlist og þetta er bara svo vel gert, sko. Og en eins og segi, mér fannst reyndar, eigandinn ekkert sérstaklega trúverður karakter þannig séð, sko. Nei, Todd, sem sagt, já. En það er náttúrulega bara eiginlega, maður bara svona horfir framhjóði, bara því að hundurinn er svo skemmtilegur. Já, ég alveg samanlega, þú veist, maður pælti hvað lítið í þessu fólki, manneskjörnum. Nei, mitt, já. Það bara, já, það skiptir bara einhvern veginn engum máli. Nei. En, loka aðrið, bara ég var orðinn mjög spenntur, Já. Ég var alltaf eitthvað góla á hann hund. Já. Farðu út, þetta, ekki þefa þessu. Já. Það er svona spennandi. Já, hún er rosalega spennandi. Og einhvern veginn, maður skynjar hættuna sem hundurinn er í. Já. Og hann frá fyrstu bara mínútu eða sekundu skynjar að það er ekki allt í lagi. En manneskjan hans skynjar ekkert. Nei, hann virðist vera algjörlega bara... Við erum bara löngu setna, Og það er rosa ábyrgð einhvern veginn finnst manni á hundinum að bjarga nú öllu, Já. Og Vel að sjá þetta. Já, þessi mynd gæti alveg verið bara skyldumynd að horfa á í október alltaf, rétt fyrir hrekkjavökunna, eitthvað slíkt. Einmitt, já. Og svo er annað við hundinn, Indy, hann er svo fallegur, hann er svo fríður. Já. Mér langaði í hund, bara. Mér langaði í þennan hund. Já. Og kannski maður drifir bara því og fara með hann upp sveit á eyðibíli. Það geti verið gaman. Já, en eins og sé, ég veit ekki hvort að sé bara líka þetta er bara svona bara skemmtileg tilraun bara í kvikmyndaframleiðslu, En ég sé ekki, það hafa verið gerðar myndir, Hollywoodmyndir, þar sem að hundar er í aðalhlutverki, en það er allt einhvern veginn miklu, eftir að hafa séð þessa mynd, að þá er þetta allt eitthvað svo tilgeralegt. Já. Sem að sé dýrin gera, þegar að hundaþjálfararnir eru og þetta eru svona, hundurinn fór frá A til B og maður einhvern veginn sé, hún var sagt að gera það. Já, einmitt. Hún var, það er eitthvað sem kallaði á hann. Já. En þarna bara upplifum að það að hundurinn hann sé bara í alvörunni bara mjög áhyggjufullur. Já, og hann gerir akkurat það sem að, í þessu viðtali segir hann Ben frá því að, þú veist, þegar að hundurinn er sem hræddastur, að þá auðvitað gerir hann það sem hundar gera, það er að fara undir rúm. Já. Og það er bara alveg mögnuð sena, Já. Og Já, og þegar hundurinn fattar að þetta er hann, Já. Ekki ykkur... Já, einmitt. Og voru svo glaður að sjá fegin. Já. Það er alveg bara ótrúlegt. Og manni sjálfum létti mjög mikið.
og hann lék það mjög vel. Já. Allir að sjá Good Boy eftir Ben Leonberg. Bækur og bókasöfn. Erum við að byrja? Við erum að byrja þar, það er spennandi. Sko bókasöfn í gamla daga voru bara bókasöfn. Og ég bjó á Akureyri og þar er amtsbókasafnið og þangað fór ég með mömmu allavega einu sinni í viku og ég náði mér bækur og svo næstu viku skilaði og náði nýja bækur. Og en núna eru bókasöfn allt öðruvísi. Það eru auðvitað allt fullt af bókum og getur leikt bækur, en þú getur líka tekið tónlist, geisladiska, sumir eru með verkfæri og alls konar. Bókasöfn eru orðnar og eru farin að kalla sig eins og borgarbókasafnið. Ég held að þau hreinlega séu komið með menningarmiðstöð á heimasíðuna sína. Og þannig að þeir sem eru með tíma og bara eru kannski einir og langar að hitta fólk, þá myndi ég tjekka á bókasöfnunum. Það eru alls konar klúbbar og bara... Alveg ótrúlega. Já. Sem sagt, að því að norrlensk, eða vinkona mín sem býr fyrir norðan, hún var að segja mér að á bókasafninu á Akureyri. Já. Þá eru það að lega mannesku. Já, frábært. Já. Til að koma heim og þrífa. Nei, spjallaði. En frábært. Já, heyrðu, hún bendi mér líka á, það er líka þar hægt að velja eða leigja kökuform. Og ég náttúrulega googlaði það, sko hvort að vera þetta leigja kökuform. Ég meina fyrir barnaafmæli, ég meina þú ert ekki að fara, það er eitthvað svona vinsælt, eitthvað, þú ert ekki að fara að kaupa það, en þá getur þú farið Sólheima, útibúið. Já. Þau leigja kökuform. Síðan er líka, það er orðið svo mikið en það, þú getur farið á bókasafnið og sauma, það eru saumavélar. Já, ok. Og mér finnst það alveg snilt, það eru overlockvél, ég meina ef þú ætlar að, fyrir þá sem eru að overlocka, mér finnst það bara snilt, ef maður er búin að sauma og langar að overlocka fíkina. Algjörlega. Svona punkturinn yfir ef maður vill hafa fallegan frágang, að maður getur bara að fara á bókasafni og fengi farið og overlokkað. Svo er einhver fríbúð í bókasafni í Gerðubergi. Já, einmitt, það sem maður getur bara... Komið með eitthvað og tekið eitthvað. Já. En þú þarft ekki að koma með eitthvað, þú getur bara tekið, já. Svona svo frískapur. Eða skila eftir, já. En er þetta að leigja jólaskraut? Sko. Það væri rosa, ég myndi leigja, ef ég geymi jólaskraut, það eyðileggi það. Já. Það bara enda bara í einhverju kassa sem ég færi fram og tilbaka í 11 mánuði og svo er allt brotið þegar ég opna. Ég sé það ekki, en ég meina, ég get alveg trúa því. En ef það er ekki hægt að leigja það, þá er örugglega hægt að fara á námskeið og búa það til. Já. Einmitt. Svo eru allski spjallhópar. Já. Mjög ólíkir og svo bæði spjallhópar, spilaklúpar, þú kemur sem sagt fyrir fólk að erlendum uppruna sem er að læra íslensku, þá getur við farið, þá er bæði, þú getur hist og þá er verið að spila eða púsla eða þá að þú ert að fara á sýningu. Ferð með einhverjum og ferð og skoðar sýningu. En það er... Mér fannst líka alveg mjög spennandi þarna á Borgarbókasafninu í Grófinni. Já. Þar er svona verkstæði þar sem aðgangur á öllum Adobe-forritunum. Já, en það er, ég sé það er fáðu hluti að láni. Þú veist, það er að fá lána minni verkværi til að spora upp hillur og svona. Já. Og maður bara skoða það. Ég meina, kannski eru einmitt jólaskraut og páskaskraut og eitthvað svona. Það gæti vel verið. Já. Og svo það er að finna þetta á síðunni, bara Borgarbókasafn, menningarhús, og þar er hvað er í hverju safni? Það er í Grófinni, Gerðubergi, Kringlunni og Úlfarsárdal. Já. Þessi safn, og þeir eru bara með misjafnan hluti.
menningar miðstöðar. Já, eins og Gurrí Haralds, hún var að flytja frá Akranesi á Kleppsveginn og var að kvarta yfir því að væri ekki bókasafn þarna í, hvað heitir þetta, miðstöðin þarna, það sem að IKEA var í gamla daga. Já, Miklagarð. Miklagarði, heitir þetta Miklagarði? Eða ekki? Sundagarð, nei. Núna heitir þetta held ég Holtagarð. Holtagarðar. Ok, við erum svo með á nótunum, sko. Þannig ok. Þannig að bara fyrir borgarbókasafni, fyrir Gurrí að setja bókasafni í Holtagarða. Já, en svo var eitt annað sem þarna niðri, sem ég hef ekki alveg nógu kunnáttu. Þú kannski hefur, það hún sagði að það væri green screen. Já, snuðt. Getur þú útskýrt hvað green screen? Þá getur við farið, það er bara svona grænt fyrir aftaðug. Já. Ef við vil taka eitthvað upp svona vídeo og fella annan bakgrunn inn á bakvið. Já. Þetta er bara svona backdrop til þess að búa. Ég bara hugsaði, vá hvað þetta er. Já. Að maður geti... Það er ekki bara eitthvað svona lítið skrín sem er bara eitthvað grín. Nei. Þetta er bara grín. Það er bara, Já, nú er ég konið það er sko basic verkfæri og tepparhreinsir. Vá, mér vantar það. Kaffikönnur. Í alvöru. Getum við farið á borgarbókasafnið og fengið tepparhreinsir. Já, og fondúsa. Farið í bíkó eða eitthvað svona áhaldalegur. Þetta er eitthvað svona meira... Heyrði, og svona lítill kassi til að þurrka mat. Hvað er þetta? Þetta er borgarbókasafninu í Grófinni. Já, ok. Og ísgerðarvél. Já, Straubolti og kittingmasín. Veit ekki hvað þetta er einu sinni. En það er bara fullt af dóti. Já, þetta er svo mikið. Ég ætla ekki að fara í gegnum það. Ég hvet fólk að það vantar eitthvað að byrja aðtöga hvort þú getur fengið að lána í bókasafninu. Og hún var einmitt að segja við mig í dag, þegar ég var að tala við hana, að það væri að koma saumavélar á borgarbókasafni. Já. Þannig að maður gæti farið og saumað. Þetta er alveg frábært. Gertu buxurnar og sett nýja rennilás eða eitthvað. Ég myndi reyndra aldrei ráða við það, en sumi gera það eflaust. En Dúi, varst þú ekki að gefa út bók? Eða ert að fara að gefa út bók? Ég er í miðjum klíðum að gefa út nóvelu sem er Guðir og annað fólk. Og hún er núna í prófarkalestri og svo ætla ég að prenta hana í byrjun desember og hún kemur út fyrir jól á prenti. Já, er ennþá hægt að forkaupa hana hjá þér? Já, það er hægt að panta hana hjá mér og þannig að ég er að selja hana í forsölu. Já. Og þá skráir fólk sig á vef og þar getur við pantað bókina. Já. Og ég prenta bókina upplæðið fyrir eftir pöntunum. Já. Þannig að þú ætlar ekki að sitja með stóran lager í stofunni? Nei, ég stefna á að sitja ekki með stóran lager. Nei. Þannig að þetta og líka þú færði þetta á svona betra verði þegar þú ætlar þetta, ég ætla samt að ég mun eiga nokkra bækur svona fyrir þá sem að ná ekki að panta. Já, en þeir sem við setjum slóð fyrir fólk. Það er frábært. Fara inn á að kaupa bókina. Endilega. Og hvað sér hún heiti? Guðir og... Hún heiti Guðir og annað fólk. Og hvað er hún? Þetta er svona, þetta er vísindaskálsaga í smá svona kannski absúrt stíl, svona vissanhátt, húmorinn fær alveg svolítið að njóta sín og ég hef alltaf verið svona mjög hrifin af bæði bara science fiction bókum, lesi mikið af science fiction og alls konar höfunda, bæði Ian M. Banks og líka Douglas Adams. Elskan. Þannig að þetta er svona svolítið svona, ég er undir áhrifin frá alls konar bæði alvarlegu og ekki alvarlegu science fiction. Já. Gaman. Ég hlakka til að lesa bókina. Já. Ég líka. Maður fær hana volga í hendurnar. Spennandi. Ég hlakka til að taka upp hljóðbókina. Já, svo er það náttúrulega næst. Já, svo það er næst á dagskrá. Já, prenta verður fyrst. Sko. Já, kemur út á Storytel eftir áramót. Já. Einmitt. Það var bara, held ég að við séum að vera búin, það er bara spurning hvað við ætlaði að gera í vikunni til að geta talað í næstu viku. Hver er pælingin? Ég ætla að reyna að komast á seinni hlutana af Hamlet. Ég ætla að fara að hitta hann Val Gunnarsson sem var að gefa út bókum fólki sem hvarf frá Grænlandi. Já. Já.
Ég byrju, það voru norrænir menn sem bjugga á Grænlandi. Hörum við sporlaust, já. Já, eða svona einmitt. Það einhver mýta þarna sem að ég held að hann hefði, ég veit ekki hvort hann hefði leyst skátuna, en hann allavega fjallar hana. Vá, Ég þori ekki að segja neitt. Nei. Og þetta í Sölku, sagðir. Salka á föstudaginn. Hverfisgötu á föstudag. Já, útgáfu hóf. Já. Þú eru grænlendingar, Grænlandir í brennipunktinu. Já. Í mjög Svo sannarlega. allt í samt í Ég hef aldrei Grænland. komið þangað. Hafið þið? Ég hef komið til Núk. Já. Aldrei, mér langar að fara. Já. Áruna, Þar sá ég múmjur. ok. Það er múmíur? 5.000 ára gamlar múmíðar sem fundust í ísnum sem eru næstu alveg heilar. Það drífa sig þarna áður en að Bandaríkin eðileggja landið. Já. Og skella sér í Sölku. Já. Já, Ég ætla að reyna að fara í bíó þú ætlar í bíó. og ég er alltaf að reyna að ná þann að Jónsmesturinn nætti draumi, þannig ég vonast til Já. að ná honum áður en hann klárast. Svo er ég alltaf núna líka að reyna að lappa upp Esjuna meðan það er ennþá, það er engin snjór. Já. Já. Þú ert alltaf á stefnumóti við hennar stein þarna. Já, lappa upp steinnin frægi, Já. frægasti steinn í Esju. En það var að koma ný mynd í Bíóparadís sem heitir Frá ómið til hljóms. Ásdís Thoroddsen. Já, einmitt. Og hérna, Hún er svo duglega að gera heimildamyndir. já, bara dugleg. Mér langar svolítið að sjá hana, ég heyrði í henni í útvarpinu og þetta var bara svona áhugavert. Ég held að allir tónlistamenn ættu til dæmis að tala tvísönginn og íslensku þulun og langspil og þetta hljómaði bara mjög spennandi. Já. Þannig að við ættum kannski að fara alls saman í bíó, sjá þá mynd. Já, og ég enda eftir að sjá líka jörðinu undir fótum okkar. Já, mér Yrsu. langar rosalega Já, hún mikið. fær mjög góða dóm. Já. Við þurfum bara, Sem er tekin á Hrafnistu. já, Já, ekki að hrafnast á grund. á grund, já. Já, grund, Næstu bara við. alveg rétt. Og mér finnst það svo fallegt að ég heyrði í einhverju viðtali, hún talaði um að það ætti að vera jafn fallegt þegar barn fæðist og þegar við hverfum. Já, já, auðvitað. Já, þannig að, já, það er virkilega Já, spennandi. Bíóparadís er málið. Ég held ég gerir svo ekki meira í bili en þið. Mér langar pínlítið að tjekka á þessu verkstæði þarna á þessu borgarbókasafni. Já, 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 það er alltaf þess að endilega. teppa hreinsi vel hann. Já, já, gott ekki. Nei, mér leist betur á að ef þið væri með nýjustu forritinni, Adobe, Já, Adobe, já. Já. Illustrator og Photoshop og allt Mjög þetta. sniðugt. Já, svo veit ég að hérna, ég held að sé upp í Grá og það er sko bara hljóðupptökustúdíó Já, í bara boði fyrir hérna tónlistar. gest og gangandi. Já, og það er líka podcast-stúdíó einhverstar. Heyrðu, það var það í borgarbókasafni. Já, Þá getur maður bantað bara svona hlaðvarps Já. til að búið til hlaðvarp. alveg frábært. Allt hægt. En ég er líka búin að vera leiðin í geisladiskabúð Valda. Valda. Þegar ég fór þangað á daginn, Já, alveg meiri áttar. Þetta er náttúrulega bara menningarstofnun og sérstaklega þegar hann er komin í aðeins, sko, búður á gamla staðnum. Þetta var svo pakkað Já. að það bara hérna, og bara svo vel raða þjánum að maður áttaði sig ekki á því hvað þetta er, mikið. sko, hvað þetta er mikið. Nú er hann komin í stærra rými og þetta fær einhvern veginn að njóta sín og maður getur miklu veldar að gramsa. Já, sko, já, hann er og bara hotninn. úrvalið af dóti hjá honum, sko, þetta er ekki bara, sko, þetta eru geisladiskar og vínirplötur, það eru tölvuleikir, Já, það er meira þess að, sko, og þetta er líka fyrir tölvuleikja safnar, það er sko gamlir tölvuleikir, eldgamlir tölvuleikir, já, Já, Atari eitthvað. já, Atari og Sinclair Spectrum og, ok. og hérna, og svo er hann líka, sko, stundu dettur inn hjá honum, sko, þegar fólk er að selja kannski gamla leikjatölfur, svo Já. þær eru mjög vinsælar, sko, og hérna, þetta er alveg, og bara fullt af svona litlu svona knick-knacks, svona, Já, ég er að leita sko hérna geisladiski með 3. seríunni af Twin Peaks. Já. já, Frá hana. Já. Hann er örglega með hann einhverstaðar. já, Þannig að ég fer þangað, vonandi. þetta er nágranniðinn, Þetta er nágræðin minn, hann er bara hottinu hjá mér. já, Fárælegt ég sé ekki búin að fara mörgu sinum. Kíkja. Já,
Þetta er helvítis Já, hann flytti þarna. Maður er bara velkomin í hverfið og svo kveikir maður bara... Og FB. Heyrðu, ef ekki bara hættu í dag. Jú. Heyrðu, Það er gott. bye. Ekki dag. Bye.